Jæja, þá erum við mætt aftur. Ég er hérna með Ólaf Svein Traustason sem var að gefa út þessa fínu bók, ekki satt? Jú, mikið rétt. Segja mér aðeins frá henni, hvernig spratt þessu hugmynd upp? Já, ég er búinn að vera að semja lög í yfir 20 ár og svo skráði ég mig í nám í tónlistarskólanum hérna á Akureyri í braut sem heitir Skapandi tónlist. Og þetta var svona hugmynd sem kom fljótlega upp að því ég var svona, þessi braut var að svona mótast í byrjun og hvernig námið ætti að vera, hver svona stýri því sjálfur. Þannig að það var eiginlega hugmynd að skrifa upp lögin mín á nótnaformi. Já. Ég er búinn að hljóðrita þau og svo fá þau bara svona nýtt líf með því að vera til í bók líka. Og ertu búinn að vera og þessi bók heitir Svo miklu meira en músík. Hvað er svona lögin í þessari bók? Já. Er þetta eitthvað sem er persónlegt eða hvernig er þessu? Já, bara bæði og. Það er til dæmis lagarna sem ég ætla að taka á eftir, sem ég samdi til konuna minnar. Þegar ég hljóðritaði þetta lag þá söng Birgitta Haugdala. Já. Og ég flutti það síðan sjálfur í brúðkaupinu okkar. Svo hef ég samið 2 lög, lag fyrir báða syni mína og flutti í skírnunum þeirra. Æ. Þannig að þau eru líka í þessari bók. Já. Já, það er til dæmis mjög persónulegt lag sem að ég samdi til minningar móður mína. Ó. Það er ekki til hljóðritað. Nei. Það á eftir að gera bætur á því einhvern tímann. Og hvað er svona markmiðið með þessari bók? Hugmyndin var eiginlega bara fyrsta lagi að læra þetta að skrifa út lög á nótnaformi og svo þar sem að lögin ekki reyndar alveg öll í bókinni eru til hljóðrituð að þá er þetta svona, þau eiga svolítið svona auka líf með því að vera til á prenti líka. Já. Þú veist, það er svona auka varðveiting í lögum að þau séu til á prentuðu formi líka. Já. En að þú segir sko að sum eru hljóðrituð og sum ekki, svo skil ég rétt. Það er markmiðið, að hljóðrita öll eða hvað? Jú, það stendur til að hljóðrita þessu lög, sko, bara þegar að tækifæri gefst til. Já. Það mun verða, sko. Það er flest lögin í þessari bók eru til hljóðritun og þegar. Og þá ýmist í flutningi mínum eða annara. Já. Það er ýmsir söngvarar sem hefur sungið þessu lög, Páll Rósinkrans, Eyþór Ingi, Birgitta Haugdal, Erna Hrönn og Edgar Smári og fleiri sem hafa sungið þessi lög á upptökum. Og til dæmis er lagið sem Eyþór Ingi syngur er fyrsta lag sem hann hljóðritaði. Vá, hvenær var það? Það hefur verið 2006 eða 2007 sem það er hljóðritað. Ok, vá. Og hvað er þetta bók að þetta er svona nótnabók og með textum og svo leiðis. Hvað sko, hverjir heldur að noti bókina? Sko, og fyrir í hvað tilgangi? Já, það var eiginlega pínu hugmynd að þessi bók er til dæmis til í tónlistarskólum sem dæmið, sko. Og svo, já, það held ég sé kannski fyrsta hugsunin í þessu. Og svo náttúrulega bara, þú veist, fólk hefur áhuga á að kaupa sér dægulega, sumir allavega, dægulega bækur til dæmis með hljómum og textum. Af því að það eru hljómar í þessu líka, þetta er ekki bara nótur, sko. Já. Þannig að þú getur spila á gítar eða píanó eða hvað annað er, sko. Einmitt. Og þessi lög eru til á SoundCloud undir mínu nafni. Ok. Þannig að það getur fólk hlusta á lögin þá. Já. En þessi titill, Svo miklu meira en músík, hvaðan kemur hann? Hann er eiginlega, sko, fyrir mér er tónlist miklu meira en bara eitthvað sem við hlustum á eða lesum á nótum. Já. Tónlist til dæmis hefur áhrif á hvernig okkur líður. Þannig að þá er hún orðin meira en bara tónlist. Og það er alls konar sem við getum tekið tónlist inn í líf okkar bara, held ég. Ég held að það væri svolítið svona grátt lífið okkar ef að við hefðum ekki listir, hvort sem það er tónlist eða leiklist eða hvað það er, þú veist. Tónlistin er bara svo stór hluti af öllu sem við erum að gera. Já. Hún er notuð í kvikmyndum, hún er notuð inn á veitingahúsum, þú veist, í lyftum. Hún er alls staðar. Hún er alls staðar. Þannig að þú veist,
tónlist svolítið viðtækt hugtak. Það er svona að segja, hún miklu meira en bara músík. Þetta pæling. Þetta pæling, sko. Þetta skemmtileg pæling. Og hver það sem gerir, sko, eftir með einhvern sem að sér grafík eða? Já, ég kom með hugmynd, svona upprunalegu hugmyndina að, eins og litin og svona, en svo fékk ég grafískan hönnuð, Borghildi Ínu Sölvadóttur, til þess að hanna útlitið á forsíðunni og baksíðunni, og svo setur hún þetta allt saman upp inn í bókinni líka. Já, ok. Uppsetningun alla. Ok. Og bókin, hvar hægt að nálgast hana? Hún tiltölulega nýkomin úr prentun, þannig ég bara að vinna því ennþá komin inn í til dæmis gerir ráð fyrir ég komin inn í tónlistarbúðir, bókasafn kannski, nei, bókabúðir ætla ég að segja. Já. Svo hef ég bara sjálfur verið að koma þessu svona, fólk getur haft samband við mig bara, til dæmis. Einmitt. Ég get bara sagt þeim þá hvar hægt nálgast bókina, hvort sem það er hjá mér eða einhver staðar á góðum stað, eða á öðrum stöðum. En þú ætlar að syngja fyrir okkur lag, ekki satt? Jú. Hvaða lag ætlar að velja? Er það úr bókinni? Þetta er erfitt val. Þetta eru 20 lög, sko. Já. Ég ákvað að taka lag sem heitir Nálægt þér og samdi það til konuna minnar og flutti meðal hans í brúðkaupinu okkar. Vá. Og af hverju ætlar að taka það? Mér þykir bara rosalega vænt þetta lag. Það er alltaf verið að spyrja lagahöfunda að þið áttu uppáhaldslag. Þeir segja alltaf nei, það er ekki hægt að gera upp á milli. En auðvitað er það þannig. En þetta lag finnst mér persónulega vera bara besta lag sem ég samið. Ennþá. Það er kannski eftir að koma síðar einhver lög sem að taka yfir það. En þá bara segjum við það. Ég hlakka til að hlusta þetta lag. Ég segi bara gjör svo vel. Takk fyrir að koma og spjalla við mig. Takk svo og takk fyrir að horfa. Við sjáumst mögulega í næstu viku. Þú kemur til mín kvöldið rennur mánaskinn og lýsir upp minn himinn þegar dagur dvín. Ég þrái það að njóta þess sem þú býður mér og gef tilbaka af hjarta mínu handa þér. Það virðist sem mér hlýni þótt nóttin sé köld og grá. Vaknar allt til lífsins sem var fallið frá. Á heiðinni lindin alveg slétt og tær og blómið vex og dafnar sem var dautt í gær. Þegar lít ég vaknar allt og virðist nýtt. Vegurinn greiður, loftið tært og hlýtt. Mitt himnaríki að vera nálægt þér. Mæta þér við mánaskinn og fagna þér.
Svo líður nóttin ljúfa hjá og dagur rís að morgni eftir nótt líkt og í paradís kvöldar aftur dregur fyrir sól á ný. Hún sest í hjarta þér, ég finn hve þú ert hlý. Þegar lít ég til þín vaknar allt og virðist nýtt. Vegurinn greiður, loftið tært og hlýtt. Mitt himnaríki að vera nálægt þér. Mæta þér við mánaskinn og fagna þér. Mitt himnaríki að vera nálægt þér. Mæta þér við mánaskinn og fagna þér.